Ljósnæmni eða ISO hversu næm myndflagan á ljósi sem kemur inn. Og ef við erum að taka mynd eins og hérna þessari fallegu kirkju, það ekkert rosalega mikið ljós hérna, að ef ég með stórt ljósop, þá myndin í fyrsta lagi kannski svolítið dökk, en leið og ég fer að minnka ljósopið til þess að fá meiri fókus, þá lendi ég í vandræðum. Þá verður lokunarhraðinn svo lítill að myndin verður hreyfð. Ég tala nú ekki ef ég fer lengra upp. Til þess að bregðast við þessu, þá get ég hækkað ISO-ið. Ef ég hækka ISO-ið til dæmis 400, þá lagast lokunarhraðinn töluvert. Kannski ekki nóg. Við skulum prófa ISO 1600. Og þá sjáum við að lokunarhraðinn orðinn mun betri. En af hverju hækka ég þá bara ekki ISO-ið upp á öllu valdi? Og það vegna þess, nú ætla ég að fara upp í 12.800. Þá lokunarhraðinn orðinn mjög góður, en myndin verður kornótt. Þess vegna reynum við að halda ISO-inu eins lágu og við mögulega getum, helst í 100, og hækkum það ekki nefn við nauðsynlega þurfum þess.